Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, eins og við vitum að þá var samið hér á almennum vinnumarkaði í síðustu áramót og svo hafa BSB og svona hluti af vinnumarkaðnum samið kaup og kjör byggt á þeim grunni en þá eftir að semja við margar háskólamenntaðar stéttir og það sem forvildilegt kannski að velta fyrir sér núna að margt af þeim forsendur sem voru lagðar í kjarasamningunum þá sem að kannski háskólamenntaðar starfsstéttir hefðu kannski átt erfiðleikum með að kyngja þá. Það enn verra fyrir þau að kyngja því núna vegna þess að efnahagshorfur hafi kannski ekki gengið eftir eins og til var ætlast. En líklega ætlast stjórnvöld til þess að þessar stéttir komi til samninga á grunni samningsins sem kannski fallin og þetta náttúrulega merkilegt mál fyrir þessar stéttir og ekki síður bara fyrir okkur öll hinn vegna þess að þetta tengist efnahagsmálum og til þess að ræða þetta aðeins hérna í þessu þætti hingað komnir forvígis konur háskólamenntaðra stétta Kolbrún Halldórsdóttir sem formaður BHM Steinunn Þórðardóttir sem formaður Læknafélagsins og Svana Helen Björnsdóttir sem formaður Félags verkfræðinga. Verið velkomnir. Takk fyrir. Það eru farnar í gang viðræður, Kolbrún, meðal þessara stétta, en kannski ekki sem að verða ekki leitar af BHM eða félögin hvert fyrir sig sem að fara fram? Já, hjá okkur það þannig að við erum með sennilega 19-20 félög sem að semja við ríkið og opinbera aðila. Það var ákveðið bara núna í vor að félögin færu hvert fyrir sig. Það helgast kannski að hluta til að því að 2023 fóru félögin saman. Þá var einungis í boði eins árs samningur og það var svona, það gekk illa að ná honum í sjálfu sér og félögin ekki ánægð með niðurstöðuna. Þannig að það skapaði kannski þá niðurstöðu sem við fengum núna í vor að félögin vildi fara hvert fyrir sig. Og staðan hjá okkar félögum núna svo að það eru 2 félög búin að semja. Hinn í viðræðum og það ansið þungt undir fæti, ég verður bara að segjast eins og Enda hafa háskólamenntaðir í raun og veru ekki fengið kaupmáttaraukningu þegar að allar tölur eru skoðaðar í 20 ár, í sjálfu sér frá aldamótum má segja. Og þetta bara orðið alveg óviðunandi og ólgan hefur bara vaxið og fólk farið að kanna verkfallsvilja og annað skilurðu, þannig að það bara komið út í fólk farið að skoða alvöru aðgerðir. Og niðurstaða komin í þeim könnunum hvort það sé verkfallsvilji? Hjá sumum félögunum, ekki öðrum. En það greinilegt að hann til staðar sko, en það misjafnt svolítið eftir félögum, það fer náttúrulega eftir hvort félög eru með verkfallssjóði og hvernig þau standa vígi hvað það varðar. Já, það sé oft vanmetið sko vilji fólk til þess að fara í átök. Mér veist að held ég að vera í fyrra sumar þegar að BSB var með spurði sitt fólk hvort vildi fara í aðgerðir og það voru bara 96%, 97%. Ég held að það komið mörgum óvart sko hvað mikill vilji hjá launafólki að berjast fyrir sínum kjörum. En verður við það að fleiri flýtist bara á landinu? Þeir hafi ekki fengið launahækkun eða viðunandi í 20 ár. Það þá bara einhverju sem fara. Takk ekki þátt í þessu lengur. Það sem náttúrulega okkur dýrmætt fólk. Já, sko, stóra vandamálið til dæmis það að háskólamenntaðar stéttir eru hættir að sjá af því einhvern ágóða að fara í langt háskólanám. Og það hefur orðið flótti, það þegar orðið flótti úr ákveðnum stéttum. Hjúkrunarfræðingar gerðu könnun fyrir 2 árum síðan sem sýndu fram á það að fólk var tilbúið að hætta störfum og fara annað, leita sér öðru fagi eða fara af landi brott. Og þetta alveg, og það orðið mannekla í ákveðnum stéttum sem orðið mjög alvarleg, sérstaklega inn í velferðarkerfinu, heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu. Þínu fólki, það þannig að fólk hættir og fer bara? Já, aldeilis og við erum alltaf lélega líka að spyrja fólki sem hættir og fer akkur það hættir og fer. Og maður veit dæmi sko, mjög verðmæta mikilvæga sérfræðinga í sérgreinum sem að fara aftur út og það gleymist að spyrja þá hvað veldur. Þannig að mér finnst við förum bara ekki nógu vel með manniðin okkar. Og nú ég að tala sérfræðilækna, við erum náttúrulega með alveg heilmarga af þeim úti sem að vil ekki koma aftur. Og það svona næsta skref hjá okkur í félaginu að kanna þeirra hug hverju. Hversu mikið það tengt kjörum, starfsumhverfi og öðru en okkur grunar að það sé mjög stór þáttur í því. En þess að Ísland hefur alltaf tógað mjög mikið í lækna.
Og hérna áður fyrr þá slóist þeir stöður á Íslandi. Það var bara panikk ef manni fannst maður vera að festast úti. En það alls ekki þannig í dag. Þannig að þetta bara grafalvarlegt og þetta þróun sem í gangi. Þetta þróun sem horfið á þetta. Svo sannarlega og það læknaskortur alls staðar í heiminum. Bara hvert sem þú lítur. Þannig að við erum í rauninni, okkur tekið opnum örmum hvar sem við komum. Þannig að þetta bara alþjóðlegur samkeppnismarkaður okkar. Það var ekki sami við lækna fyrir svona 5-6 árum þóttu vera svolítið dugleg launahækkun. Var til þess að svara gröfum sem að muni gera Kári Stefánsson var með undirskriftasöfnunum að bjarga heilbrigðiskerfinu. Það var meðal annars eina afleiðingum af því að það var samin rausnarlegu samningur við lækna eins og það var orðað. Við fengum rausnarlegan samning innan gæsalappa síðast 2015. Þannig að það eru orðin 10 ár síðan og það var í kjölfar verkfalls sem var fyrsta verkfall lækna nokkru sinni. Við erum mjög treg til að fara í verkfall. Við gerum okkur grein fyrir okkar ábyrgð í samfélaginu og okkur finnst þetta bara að vera algjört neyðarúrræði en það svo sannlega þannig hljóð í læknum núna hins vegar að það eru svo margir þættir í okkar kjörum og starfsumhverfi sem að við upplifum að séu komið í þrot. Að það svona hljóði í læknum aftur og eftir þessa samninga 2015 þá hallað mjög undan fæti hjá okkur, varandi okkar kjör. Við erum algjörlega með tölu sem að staðfesta það að okkar launaþróun hefur verið mjög léleg á þeim tíma. En Sanna Helena og verkfræðingar, sérðu þetta leitar fólk eftir betur launuðu störfum annars það? Já, ég get nú alveg tekið undir með stöllum mínum hérna og það kannski mér finnst það svolítið merkilegt að við skulum vera hérna 3 sem fulltrúar svona háskólamenntaðra samtaka. Hjá okkur það þannig að það hefur orðið sem sagt kaupmáttar og kjararýrnun og við höfum látið Hagfræðistofnun Háskóla Íslands skoða þetta fyrir okkur og sem sagt umræðan hjá verkfræðingum svolítið þannig að við höfum verið of hógvær og við séum ekki nú áberandi stétt og fólk skilji ekki fjárfestingu fólks í svona erfiðu tækninámi. Ég ætla bara að minna á það að til að kalla sig verkfræðing þarf fólk að hafa minnstakosti 5 ára nám, að vera með meistaragráðu að minnstakosti. Við gerðum könnun meðal ungra verkfræðinema í framhaldsnámi í ýmsum löndum fyrir örfáum árum og enginn hafði áhuga á að koma heim. Það vildu allir vera áfram úti og það voru launin, það voru kjörin, það voru vextir, það voru almenn lífskjör. Það var margt sem spilaði inn í, það var ekkert eitt en allir ætluðu að þiggja störf og sumir voru komnir með störf úti í hinum ýmsu löndum sem sagt, að því að það með okkar menntaða fólk, verkfræðinga að það allstaðar eftirspurn eftir þessu fólki og það hefur bara verið þannig að eftir þess að tækniþróunin heldur áfram og við förum lengra inn í orkuskipti og svona snjallvæðingu að þá vext þessi eftirspurn og svo kemur gervigreindin og þá þarf fólk virkilega að kunna reikna líka, það þarf að kunna eitthvað í eðlisfræði og þessum raunvísindum og þetta fólk eftirsótt allstaðar. En ef að fólk vil ekki koma heim eða verkfræðingar vegna það kjörin og svo það vextirnir og verðbólgan og efnahagsástandið að þá munu stjórnvöld líklega að segja við ykkur að það einmitt út af því sem að við getum ekki hækka launir í okkur að því við ætlum að vinna á verðbólgunni sem að mun lækka vextina og gera allt gott. Þannig að það að þið komið með eitthvað kaupkröfur vinnur algjörlega gegn ykkar hagsmunum. Það sem við höfum bent á og kemur fram í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands að launamunur ófaglærðra og háskólamenntaðra eða faglærðra hefur minnkað alveg núna mjög hratt og svo minnst í Evrópu. Ég man ekki hvort að Rúmenía lægra en við og þetta staðreynd. Þetta bara svona og hefur verið að þróast. Síðan það annað að verkfræðingar í opinbera geiranum eru komnir með sömu laun eða hærri laun heldur en verkfræðingar í einkageiranum og vinnuöryggi, atvinnuöryggi í opinbera geiranum meira og það eru alls konar svona, ég segi ekki hlunnindi en það svona aðgangur á orlofshúsum og ýmislegt sem svona aðlaðandi og opinbera aðilar hafa náð til sín frá einkafyrirtækjunum og verkfræðistofunum, verkfræðingum sem hafa þá safnað reynslu og unnið hjá fyrirtækjanum, fara síðan yfir í opinbera geirann sem að okkar mati of stór hér. Já, okkur finnst opinberi geiri vera í umfangi svona hlutfallslega of stór. Þannig að það of algengt að það sé allt, þessi safnað öllu inn í stofnanirnar, allri þekkingu. Þetta svona afstaða verkfræðingafélagsins
En læknafélagi þar náttúrulega langstærsti hlutin í opinbera kerfinu, sko. Við sjáum þið þessum vandamála, er það lausnin að einkaveiða? Það kannski svolítið önnur umræða en kjaraumræðan, en mér finnst inni í opinbera kerfinu, við náttúrulega vinnum flest þar, að það er þessi fákeppni innan opinbera kerfisins sem ég tel vera stærsta vandamálið. Við vorum aldamótin með 3 spítala á höfuðborgarsvæðinu, við erum núna bara með 1 stóran. Og það er bara upplifun fólks að þessi fákeppni, þessi einokunarstaða sem að þetta stóra sjúkrahús hefur, gagnvart starfskraftinum vandamál. Og áður þegar það voru fleiri vinnustaðir í boði fyrir sjúkrahúslækna þá sérstaklega, að þá var verið að keppa starfskraftin og verið að reyna að laða fólk að sér með ýmsum hætti. En það er einhvern veginn svolítið svona ládeyða í því verandi bara með þetta eina stóra batteri. Þetta hef ég heyrt áður í samtölu við lækna einmitt. Akkurat. Hvernig birtist það? Er það vegna þess að ef ég þoli ekki yfirmann minn þá get ég farið og unnið einhvers staðar annars staðar? Eða er þetta bara kaup og kjör sem að verði lakari með því að hafa bara einn drottnandi spítala? Já, það er þannig og það er líka þannig að við teljum að það sé ekki verið að fara eftir kjarasamningum, að spítalinn sé ekki að túlka kjarasamningana eftir orðana hljóðan eins og það að við eigum að fá 4 yfirvinnutíma ef við hoppum til og tökum aukavakt með minni en 24 tíma fyrirvara. Þetta stendur skýrt í kjarasamningnum. Spítalinn hefur framkvæmt þetta svona árum saman þangað til allt í einu gerði það ekki. Hætt að borga okkur þetta. Já, sem lágmark 4 tímar, eða ekki? Nei, maður fær 4 tíma. Alltaf, ef þetta er 24 tímar eða minna, fyrirværin á því að þú þarft að taka eitthvað aukalega að þér, aukavakt sem sagt. Og þetta hefur alltaf verið túlkað eins og orðin hljóða fram að því fyrir nokkrum árum það allt í ákvæður spítalinn einhliða að þetta sé ekki, orðin þýðir ekki þetta. Þetta eigi við aukavakt sem ég get ekkert útskýrt vegna sem ég skil ekki hvernig maður getur túlkað það svoleiðis. En það þýðir ekki, þetta er bara einu vinnustaðurinn, hann setur bara niður hælana. Við getum ekki kosið með fótunum gegn svona fyrirbærum og það eru fleiri dæmi, þetta er eins og yfirvinna. Það er ekkert þak á álagi á lækna. Það er ekki tilneitt sem heitir þetta eru ofmargir sjúklingar, þetta er ofmikið álag, þetta er ekki öruggt, nú þurfum við að setja stopp. Það er hægt að hrúa á okkur álagi stöðugt. Og hafandi starfa á spítala til dæmis yfir sumarleyfistíman þar sem eru margir í leyfi að þá er maður kannski með 3-falt vinnuálag við það sem er venjulegt. Og það er ekkert sem segir hvað má þetta vera mikið áður en þetta fyrir að vera hættulegt og hvað er eðlilegt að hrúa miklu álag eina mannesku. En sko, og það þýðir náttúrulega bara það að þú nær ekki að klára vinnuna innan þína 8 tíma vinnudags og þú þarft að vinna fram yfir það augljóslega og þá hefur spítalinn líka ekki verið að greiða fólki fyrir þá yfirvinnu þannig að það er bara okkar eigin það er svona gjöf okkar til samfélagsins. En hvar standa samningaviðræðurnar? Þú náttúrulega fylgist með þessum félögum. Já, læknarnir eru búin að vísa sinni deilu. Já, fyrir 4 mánuðum vísuðum við okkur og við erum búin að vera hjá sáttasemjara núna í 4 mánuði. Og hvernig viðbrögð fáið? Sko ég myndi segja að það væri bara, það er fínn gangur í þessu, það er vilji til þess að reyna að leysa, það er nefnilega svo margt sem er að. Og við erum kannski svolítið sérstakri stöðu hvað það var að það er bara svo margt sem að þarf að leiðrétta. Og þetta er svona langtíma uppsafnaður vandi og við erum að reyna til þrautar núna að leiðrétta ýmis atriði sem hafa legið mjög þungt á læknum mjög lengi. Atriði eins og þú varst að nefna núna eins og þetta við yfirvinnu og... Já, meðal annars. Og vinnuaðstöðu líka, ekki? Jú, vinnuaðstöðu. Við viljum fá ykkurs konar línur inn í samningana hámarksálag og þá ef þú ætlar að píska fólki svona út að þá sé komið til móts við það með einhverjum hætti kjaralega að þetta sé ekki bara þannig að þú mannar vinnustað, þú ert með mörg stöðugildi ómönnuð og sparar þar af leiðandi háar fjárhæðir en þú lætur einstaklingum sem eru í vinnu sinna allir þeirri vinnu sem fellur til oft við bara mjög erfiðar aðstæður. Þannig að við viljum bara fá það líka inn í okkar kjarasamninga að það sé ekki hægt að spara með þessum hætti. Að þá þeir sem að... Hvað gerir þau ef það koma bara sjúklingar, veikir sjúklingar sem þarf að sinna? Já. Þá bara treysta á góðmennsku ykkar og vilja til að... Það er bara algjörlega þannig. Já, og ég meina við hlaupum ekkert frá okkar verkefnum augljóslega, þessi verkefni er ekki þess eðlis. Og ég hopp ekkert út klukkan 4 ef það er allt í kaldakóli vegna þess að þau ætla ekki að borga mér yfirvinnu. Ég er áfram. Þetta er alveg vitað. Og það, mér finnst ekki, það er... Það er verið að svína okkur með þessu. Sko, já, og þetta er ekki falleg framkoma gagnvart starfskrafti að vita, ég meina, hún mun gera þetta ókeypis, skilur, þú veist, hún er ekki að fara. Já, þannig að, sko, að stóla okkar meðvirkni með þessum hætti bara er ekki alveg
siðilegt sko. Þetta það sama sem aðrar heilbrigðisstéttir segja, ég meina hjúkrunarfræðingar náttúrulega og ljósmæður og svo erum við með geislafræðinga og lífeindafræðinga og sálfræðinga og sjúkraþjálfara því þetta inn í heilbrigðiskerfinu og þetta sko óheyrilega álag sem orðið af fólki, það auðvitað líka ástæða fyrir því að fólk hangir ekki lengur í störfunum, það getur þetta ekki lengur og ég veit bara gegnum ljósmæðurnar sko að þær eru svona hjá samningsaðilum að því sem spyrir hvernig gengur. Ljósmæður eru að vísu búin að semja en þær gátu samið vegna þess að þær tóku sjálf sér stofnunarsamningana sína upp á borðið í kjaradeilunni og nú þetta þannig hjá ríki að það í raun og veru tvíþættir samningar. Annars er samið miðlægt miðlægan samning sem að á síðustu 20 og 25 árum hefur bara ekki gefið nokkuð skapaðan hlut til háskólamenntaðra stétta og svo samið stofnanasamninga og stofnanasamningarnir eru samningar sem samið undir friðarskyldu þannig að þeir eiga faktist ekki að vera teknir upp á borðið þegar eru almennar kjaraviðræður en nú ástandi bara orðið þannig að launagreiðendurnir sjá að það verður ekki, þeim ekki stætt á því að skoða ekki stofnanasamningan á sama tíma þannig að það eru fleiri stéttir sé ég sem að taka þessar stofnunarsamninga sem nánast andlag þess að geta þá vísa deilu og í stofnunarsamningunum er launaröðunin og annað og ljósmæðurnar segja sko að þetta sé orðið þannig að þær eru skammaðar að launagreiðendur fyrir að hafa svo há heildarlaun, það sé ekki hægt að hækka við launin en þegar þú skoðar hvernig verður launamyndunin þá er það í gegnum þetta sem að Steinunn er að segja, það er í gegnum sko vaktaálag, stórhátíðarálag, kvöldálag, næturvinnu og þú bara svo neitar þú aldrei vakt og ef að það er mannekla í þessum stéttum þá er það þessi skylda þessara stétta sem er fyrst og síðast við sjúklinginn en ekki við launagreiðandann sjáðu því. En er vilji viðsemjendara sem að ríkið oft til að hleypa í kjarabótum í gegnum þessar stofnunarsamninga sem eru umfram, hvað var þetta ekki, 6,5% sem að heildina sem er álíka á verðbólgan? Já, en sko, þú veist, stóri vandinn er auðvitað sá að við erum að horfa fram á það að á næsta ári þarf ríkisstjórnin sem nú situr að stoppa í 9 milljarða fjárlagagat eða hvaða er margir milljarðar og við höfum auðvitað sagt og bent á aftur og aftur með ákveðnu rökum að þessi sektorar, þar að segja velferðarkerfið er bara undir fjármagnað. Menntakerfið og velferðarkerfið og heilbrigðiskerfið eru undir fjármagnuð og ég var að benda á það í einhverju lítilli grein í Heimildum daginn að eitt af því sem að stjórnmálamennir hafa verið tregir til að skoða, það er svona eignamyndunin og eignastaðan í samfélaginu. Sko markaðir hafa bara verið ansi góðir við ákveðin hóp fólks og ég ætla að minna á það eina ferðina enn að við sem förum fyrir kjaraviðræðum eða erum í kjaramálum fyrir háskólamenntaðar stéttir, við erum ekki að semja fyrir ríkasta 1% í samfélaginu. Og þegar að þú skoðar til dæmis bara ef við förum út í að tala kvótan, skiljiði, menn það er bara stór eignamyndun hjá fólki sem er ríkasta stéttin en það hefur einhvern veginn, fólki hefur svolítið verið gefið af ríkinu, af opinberum aðilum þessi aðstæð, hún er komið upp í hendurnar á fólki og þetta hafa stjórnmálamenn ekki viljað skoða. Þarna höfum við sagt, þarna eru tekjumöguleikar ríkisins sem er ekki verið að nýta. En ég held að sé þannig, Kolbrún, að ef að forsendurnar fyrir því að það koma kjarabætur til ykkar hópa sé að þessi veika ríkisstjórn breyti skattastefnu sinni fyrir áramót og fjármagni í grunnkerfin, þá er það ekki að fara að gera sko. Nei, nú erum við kannski líka komin aðeins út fyrir kjaramálin, en þetta er samt rótvandast. Kjaramálin eru í svona pólitískum raunveruleika. Þegar við erum að tala samninga við opinbera launagreiðendur, já. Já, og það er markmið ríkisstjórnarinnar núna að ná niður verðbólgu og búin að ná samningi á almennum vinnumarkaði, búin að ná samningi við BSRB. Þannig ég held að það sé ekkert mikill vilji til þess að hækka kjör verkfræðinga eða? Nei, sko, nei, það virðist ekki vera það, en mér langar að nefna að það ríkir mikið skilningsleysi, alveg sérstaklega hjá stjórnmálamönnum á mikilvægi og virði djúprar fagþekkingar. Þeir sem læra verkfræði, að þeir sérhæfa sig á svipaðan hátt og læknar í mjög sérhæfðum störfum og það er oft þannig að það er kannski við eigum bara 1 eða 2 sérfræðingi í landinu í ákveðnum svona tækni og faggreinum. Og þetta var það fjarskiptamál og þetta var það alls konar tækniþekkingu sem að kannski er ekki alveg augljós af því að fólk verður ekki svo mjög vart við það. En þetta virðingarleysi fyrir þessari djúpu fagþekkingu sem að þeir sem hafa hana, sko, bera þetta virðingu fyrir henni,
að hún kemur til dæmis fram í því þegar rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins lögð niður og það átti bara ekkert að koma í staðinn. Markaðurinn átti bara að stunda byggingarannsóknir sem auðvitað hefur ekki gerst. Og það verður til rosalegu risavandi í myglu vandamálum þar að leiðandi og við höfum bara eftir að sjá hvaða annar vandi verður til vegna þess að það er enginn sem framkvæmir rannsóknir og prófanir á byggingarefnum. Svo er það þegar verið að ráða yfirmenn í verkfræðilegar innviðastofnanir, hvort sem það er húsnæðis- og mannvirkjastofnun Vegagerðin eða eitthvað annað, að þá eru ráðnir á pólitískum forsendum lögfræðingar, lögfræðingur, verðbréfamiðlari og svo dýralæknir. Ég meina, hvað sýnir þetta? Þetta sýnir náttúrulega að það er algjör skilningsleysi á mikilvægi þessara menntunar og það er eitt af því sem við erum að glíma við núna að reyna að upplýsa fólk og þess vegna á 110 ára afmæli Verkfræðingafélagsins fyrir örfáum árum þá ákvað Verkfræðingafélagið að búa til fræðslumynd eða heimildamynd verkfræði sem að nær til upphaf Verkfræðingafélagsins sem var stofnað 1912. Ég vonum að stjórnvöld myndu horfa. Til þess að almenningur skilji, vegna þess að þetta er líka spurningum að fólk skilji, það eru verkfræðingar sem hafa byggt til brýr, lagt vegi, búið til hitaveitu, lagt öll fjarskipti og það er þetta verkafólk sem er gert þetta. Verkfræðingar hafa teiknað þetta. Þeir hafa hannað þetta og þeir hafa reiknað þetta, skilju, og við skulum ekki gera lítið úr því að það þurfa að reikna burðaþol og reikna þetta allt saman út. En þetta hefur einmitt verið samvinna og það var það snerist RB. Það var samvinna, sérfræðinga, iðnaðarmanna og þeirra sem voru að vinna raunverulega á gólfi og þar fóru verkfræðingar og sérfræðingar út á vinnustaðina og það var hlaupið tilbaka og það var gagnkvæm upplýsingamiðlun sem að síðan, skiljið, allt í einu lokaði skilningurinn fyrir þessu. En við fengum á sínum tíma Marshall aðstoð frá Bandaríkjamönnum til þess að hefja byggingarannsóknir, mælitæki, af því að fólk skildi þetta svo vel á þeim tíma. Pólitískur raunveruleiki, hérna er búið að vísa til sátta og hérna svo verður kannski samningunum lýst, samningaviðræðunum fara ekki lengra og þá er búið til verkfalls. Og þá bara við margar af þessu stéttum sem að maður heyri það og hérna það er engin frá kennurunum núna, þeir eru fæði þá kannski bara seinna. Maður heyrir þar alveg rosalegan baráttu vilja, maður heyrir þegar maður er að tala við forystufólki þar og þá er eins og sé bara einhver stóðhestar í næsta herbergi sem er að krafsa í gólfið, mikill vinni viljið til þess að. En einhver leiti upplifir það að sko viðsemyndunir séu svona freka til í að taka séns á því að sé bara það er engin stemming í íslensku samfélagi fyrir að læknar, hátekjustétt fari í verkfallin og ætla að fá eitthvað miklu meira á meðan að fólk á almennu vinnumarkaði hefur tekið á sig þessa byrðar til að vinna á þessari verðbólgu. Þá ætlið þið best setta fólkið á íslensku launamarkaði að fara í verkfall og heimta meira. Já, þetta er náttúrulega bara mjög áhugavert að skilja orða þetta svona því að þetta er auðvitað þannig sem ég held að margir halda þetta sé. Þetta heyrir örgulega frá samninganefndin, hún er að taka séns á því að þið þorið ekki að fara í verkfall. Sko við hefum átt í mjög þéttu samtali við þau núna bara undanfarin ár og við erum með náttúrulega mjög mikið að tölfræði okkar kjör og svo framvegis og ég held að fólk sé algjörlega búið að sjá það að við erum svo sannarlega ekki best setta fólkið á Íslandi. Læknar sem eru með háar tekjur vinna alveg ógeðslega mikið fyrir þeim. Það er bara staðan. Og þetta eru oft læknar út á landi, héraðslæknar sem eru á vakt allan sólarhringinn og svo framvegis sem ná. Og þá erum við að tala sérfræðilækna með gríðarlega mikla þekkingu og ábyrgð og mjög mikla bindingu. Ég meina, þú ert bara fastur í þínum kaupstað. Þú fer aldrei upp á fjall. Þú fer aldrei í sund. Skiljið þig, aldrei. Þú ert alltaf á vaktinni. Allan sólarhringinn, allar helgar, stórhátíðir og svo framvegis. Þá náttúrulega getur við fengið ykkur laun sem að þetta nú samt held ég ekki inn í 1% eða neitt svoleiðis, en þið skiljið hvað ég á við. En ef við horfum bara á einn almenna lækni, maður hefur störf sem læknir eftir 6 ára háskólanám og margir eru með mjög hán lán á bakinu eftir þetta nám. Ég er að tala fólk sem þarf að flytja heiman til Reykjavíkur utan að landi, taka námslán fyrir sínu uppihaldi og húsnæði og eins náttúrulega þau sem eru að fara út til Slóvakíu meðal annars og landa þar í kring til þess að mennta sig, vegna þess að læknadeildin hefur ekki hérlendis geta sinnt öllu þessu fólki. Þetta fólk er með sko margra milljóna króna lán á bakinu þegar það kemur inn á vinnumarkaðinn og ég er að tala allt upp í 20 milljónir og ég er að horfa á þau að senda mér yfirlitin yfir námslánin sín þessi krakkar og þetta er að hækka 1 milljón á ári núna í verðbólgunni
höfuðstóllinn. Þannig að þú ert að borga þetta niður en þetta bara eins og eitthvað skrimsli sem vex og vex. Höfuðstóllinn breytist ekki en þú borgar milljónir. Já, það algjörlega þannig. Og þú ert að koma þá 27, 28 ára inn á vinnumarkaðinn eftir langt nám með allar þessar skuldir á bakinu. Það ert líka komindu fótunum á húsnæðismarkaðnum á sama tíma og þú ert með 680.000 krónur fyrir fulla vinnu, 40 klukkutíma. Í upphafi. Já. Og ég meina þetta hækkar ekkert mikið á næstu árum, þetta hækkar einhverja 10.000 kalla og ég myndi ekki halda þetta að vera háar tekjur í almennu samhengi vinnumarkaðins á Íslandi og það svolítið merkilegt að læknar eru stétt sem í einkennisklæðnaði eins og lögreglan og fleiri og þetta stétt sem þarf að vera til staðar eins og ég segi allan sólarhringinn og sinni grunnþjónustu, þetta mikil binding, þú þarft að vera á þínu vinnustað og svo framvegis og þegar við berum okkur saman við til með skrifstofufólk með mun minni menntun þá það fólk yfirleitt alltaf með hærri launin við og ég að tala inn á sömu vinnustöðum, segjum bara á Landspítalanum, fólk sem ráðið innkaupadeildinu með BS-gráðu og svo framvegis með hærri grunnlaun heldur en læknarnir. Þetta bara raunveruleikin eins og hann í dag, pluss allur sveigjanleiki sem fylgir því að vinna skrifstofuvinnu. Geta farið fyrr, verið stundum lengur, eitthvað. Við erum algjörlega bundin, eðlilega, bara starfsins vegna og eðli starfseminnar. Þá getum við, það engin sveigjanleiki. Þú getur ekkert unnið að heiman. Það ákveðin svona hluti sem að teljast jákvæðir í nútíma samhengi hvað starfsumhverfi varðar sem við höfum engan aðgangað. En samt erum við lægra launuð heldur en þeir sem hafa öll þau fríðindi. Þannig að þetta hefur bara valdið mjög mikilvæg gremju hjá læknum. Og eins og ég segi, við bara neitum því alfarið að við séum hátekjustétt. Já, mér langar að taka undir þetta með Steinu vegna þess að verkfræðingar eru ekki hátekjustétt. Það getur enginn sagt það og hefur enginn sagt það nokkuð tíman. En við lendum einmitt í því að flest okkar förum erlendis til náms og tökum námslán og við erum, þó að það sé hægt mögulega fræðilega að taka námið á 5 árum, þá eru margir 6 og 7 ár, þannig að verkfræðingar koma tilbaka eftir sitt nám frá útlöndum með þessi gríðarlega há námslán og búin að slá og hafa slegið á frest því að stofna fjölskyldu, eignast húsnæði, eignast börn, skiljiði, þannig að það allir búin að taka fram úr í lífskjörum og lífsgæðum og þetta fólk byrjar að núli með skuldabagga hefur alls ekki há laun. Það ekkert mikið hærri laun, byrjunarlaun verkfræðinga ekkert mikið hærri og það bara fólk þarf að átta sig á því að þegar verið að fjárfesta í svona dýru námi, í svona langan tíma, þá eðlileg krafa að það komi hægt og rólega tilbaka í formi launa með tímanum. Það bara eðlileg krafa. Ég langar að taka undir þetta því að það eitt hugtak sem við þurfum aðeins að skoða og við höfum ekki kannski verið að gefa nægilega gaum. Það eru ævitekjur fólks. Hverjar eru ævitekjur, segjum bara iðnaðarmann sem að fer í mikil uppgripsskiluru en getur farið að vinna kannski 20 á þegar að þau sem fara í verkfræðina eða læknisfræðina eiga eftir 6-7 ár í námi. Við höfum líka verið að agnúast út í lífeyrissamkomulagið sem var breytt 2016. Þar höfum við líka verið að bera skarðan hlutur á borðið. Ég meina við erum að horfa fram á skerðingar hjá þessum stóru sjóðum Brú og LSR sem að líka hleypir illu blóði í launafólk og svo þetta sem að Svana nefni var þetta húsnæðiskostnað og námslánakostnaðin. Ég meina fólk að greiða af námslánunum sínum með þess að komið á eftirlaun. Það bara ekki heil brú í þessu skiljiði. Þannig að það svo margt í umhverfi háskólamennara sem að þarf að laga og hefur ekki verið sinnt og það svolítið út af því að það þessi mýta sem við erum að slást við að háskólamenntaðar stéttir séu svo hátt launaðar. Ef þið flettið upp á Hagstofunni og skoðið háskólamenntaða sérfræðinga, svona brúttólögn sem eru kannski eitthvað 1 milljón, svona þá er ég að tala um heildar meðaltekjur, og svo getur við farið í verkafólk og borið saman sem eru kannski með 752.000, ég er bara með þetta dæmi og útborgun laun þessara einstaklinga eru 100.000, það er háskólamenntaði sérfræðingurinn hefur 100.000 krónur meira heldur en verkamaðurinn. Þetta er staðreynd og við erum að glíma við það til dæmis í félögum BHM að háskólamenntaði sérfræðingar hjá sveitafélögunum eru mjög illa settir og mjög lágt launaðir miðað við allt, það alveg sama hvaða samanburð maður tekur. Svo erum við að horfa á stóra stofnun eins og Háskóli Íslands eða háskólana, opinberu háskólana. Félag prófessora hefur setið eftir í launaþróun svo munar og það einhvern veginn engin samúð fyrir því að tala laun prófessora, þau hafi ekki, eða yfirvinnu sem prófessorar vinna en fá aldrei greidda. Því það líka þetta, við erum að glíma við það að við fáum einhvern veginn ákveðið mótlæti í því að vera að berjast fyrir þessar háskólamenntuðu stéttir. Það mórallið sé svolítið þannig að þið hafið það mikið betra en þið raunum verið að hafið það.
Já, akkurat. Og hvað viljið þið upp á dekk? Það eitthvað slíðis? Já, ég hef verið skömmu fyrir það að hafa talað það að launaspönnin á Íslandi sé orðin of mikil, þjöppunni sé orðin of mikil, sem Svanna var að tala áðan. En það eitt land í OECD-samanburðinum sem lægra heldur en við í þessari, varandi þessa þjöppun og þegar við tölum þessa þjöppun þá þetta bara ráðstöfunartekjurnar hjá okkur er á miklu þrengra bili heldur en ráðstöfunartekjur allra landa sem við berum okkur saman við. Já, þið verk fyrir öndum. Já, við erum á kafi. Svo sannarlega. Það auðvitað ábyrgð að hluta að takast á við þetta. Vegna þess að þetta er ekki gerast í dag, þetta gerist á löngum tíma og það safnast upp þetta skilningsleysi og einhvern veginn höfum við liðið það að fólk, sérstaklega stjórnmálamenn, að þeir hafa komist upp með það að setja sig ekki inn í þessi mál. Þetta er kannski ekki vilji, þetta er bara almennt skilningsleysi. Spurningi mín var ekki hvort það væri réttlæti á bakvið kröfunar ykkar. Heldur var það að í þessu efnahagsástandi sem við erum núna, þar sem á að vera eins og stjórnvöld tala megin verkefni okkar að kveða niður verðbólguna, að þá sé bara ekki pláss fyrir þessar kröfur og þessum að verði því bara að bíða. Já, ég veit ekki hvenær verður pláss fyrir þær. Við verðum þá líka að spyrja, nú var sami í vor á almennu markaði og vissulega hefur verðbólgan eitthvað þokast niður, en stýrivextirnir enn í sömu próstu. Nei, það hefur ekki árað. Stefán Ólafsson var hérna í vikunni og hann tók nú þátt í því að móta svona formið á þessum samningum og hann var á því að forsetu þeirra væri bara brotnað í höndunum og það væri ekkert að ganga eftir. Við heyrum að það stefni í það að forsenduna getur brostið og það er náttúrulega endurskoðunar ákvæði inn í samningunum það kann vel að vera að það fari hér allt upp í loft eftir rúmt ár Við veit það ekki, ég er ekki að spá því en þá verður þið að vera búin að ná samningum áður en að því kemur. Þannig að það á meðan að svo að þá láta stjórnvöld eins og að þær forsetur séu ennþá raunhæfar. Sannleikurinn er sá að það eru auðvitað aðrir kraftar sem að stjórna efnahagslífinu til jafns við eða að svipuðu leyti eins og kjarasamningar og kjarasamningarnir, það er ekki hægt hjá stjórnmálamönnum að setja alla þessa byrðar bara á launafólk. Það verður að skoða aðra þætti málsins. Stjórnvöld gera það, ríkisstjórnin gera það, Seðlabankinn gera það. Já, en ég ætla nú að segja samninganefndunum sem við erum að eiga við samningaborðið það til hrós, að þau eru ekki stjórnmálamenn, þau sitja ekki á ríkissjóði eða þau ákvarða ekki útgjöld ríkissjóðs. Heldur eru þau bara að vinna vinnuna sína samkvæmt forskrift stjórnmálamannanna. Sem kemur meðal annars í fjárlögum, þar sem stendur hvaða svigrúmið er og það mun verða í þeim fjárlögum sem verða kynnt í næsta mánuði sama og er byggt á í þessum samningi. Og þá kemur spurningin og ef að það er staðan þá ykkar hópar til í það að fara í hörðu verkfallsátök til þess að ná sínu fram. Það sem ég hef bara talandi fyrir minn hóp mestar áhyggjur af er að fólk hætti bara. Þú veist, verkfall eru eitt, þarna sérstaklega þessi læknar sem eru yngri og sem eru á þessum launum og við þessar aðstæður sem ég hef minnst á, að í gamla daga þegar ég var á þessum stað þá fórum við öll til útlanda á þessum tímapunkti í okkar lífi í sérnám. Það var mjög lítið slíkt í boði, það hefur aðeins breyst sem hefur hjálpað okkur mjög mikið með mönnun að halda þessu fólki hérlendis í sérnámi. En hefðin er svo að við förum öll og það sem að ég hef mestar áhyggjur af er að þau fari bara. Því að eins og segi þau fá öll vinnu erlendis, við vorum hvort vön að gera þetta. Þetta er hluti af okkar identiteti sem læknir að þurfa að fara erlendis í sérnám og staðan er svo að það hafa þetta fólk hér í vinnu eins og hefur verið að vinna leynt og ljóst á undanförnum árum með því að byggja upp sérnám hérlendis. Það hefur algjörlega bjargað mönnuninni í heilbrigðiskerfinu. Hún er ekki beisin en þetta sleppur. En ef að þetta fólk ákveður, ég er bara komið nóg, þetta er bara óásættanlegt, ég gengst ekki við þessum samningi, ég bara geng frá borðinu, ég flyt mig annað. Það er það sem ég er mestar áhyggjur af. Verkfall eru eitt, en þetta er frjálst fólk. Það er ekki hér í neinum áttagafjötrum, það getur unnið annars staðar. Og það mun örugglega gerast vegna þess að af því að þú varst að tala kennarana og hófana og allt það Það er allt að springa hjá mér í baklandinu, sérstaklega þarna. En sérfræðilæknar eru heldur ekki sátti við sinn hlut svo það sé látið fylgja. En af því að eins og var hér bent á að þá eru lífskjör sem liggur kannski til grundvallar ákvörðun ungs læknis að fara út og koma ekki aftur. Við gætum ekki bætt það bara í launakjörunum. Heldur þurfum við getum ekki búið við þessa vexti, við getum ekki búið við þetta afleita húsnæðiskerfi og húsnæðisverð, við getum ekki búið við margt sem er í íslensku samfélagi sem við þyrftum að laga ef við ætlum að halda á
háskólamenntuðu fólki og svo sem bara öllu fólki. Já, því að við höldum ekki á eftirlaunafólkinu okkar, það fer til Spánar og ég finna við mátt ekki viðtöl hér við Íslendingar sem búa í Skandinavíu og þau lýsa þessu bara eins og ég pröfaði að spyrja lítið á okkur sem efnahagslegt flóttafólk og ég held að kemur það eitthvað svona, það bara já, allir sem voru á fundinu, bara já. Við erum efnahagslegt og aðstæðan sem við búum í nýja samfélaginu, hvernig það tekur á móti barnafólki, hvernig það tekur á móti bara, þú veist, venjulegu vinnandi fólki, það er bara ekki hægt að líka svo saman við Ísland. Nei, þetta er alveg hárrétt og maður hefur upplifað velferðarkerfi í Svíþjóð meðal annars sjálfur og það er bara heiminn og haf hann á milli og ég flutti ekki heim út af neina því, ég flutti bara heim út af fjölskyldunni, fyrst og fremst og það er það sem ég held að flestir geri, að það er einhvers konar naflastrengur þarna sem einmitt Svíarnir hlæja oft að, þeir skilja þetta ekki, akkur við förum alltaf tilbaka. En ég heyri að læknarnir sem eru úti núna, þeir hika mest við ofurálægið. Þeir hugsa að ég get lifa mannsamandi lífi í Svíþjóð á bara svona venjulegri vinnuviku, nokkurn veginn. 40 tímum, þið veitir. Það er engin stytting eða neitt svoleiðis, en bara vinna 40 tíma vinnuviku og ég hef alveg eitthvað svona svigrúm vinnu og einkalífs og ég get hvílt mig. Þú veist, ég er ekki algjörlega útkeyrð alltaf. En ákvörðun að flytja heim er að þú veist þú ert að koma inn í manneklu og þú veist þú ert að koma inn í ástand þar sem að þú getur ekki bakkað út úr því vegna þess að þarfirnar eru bara þannig. Ég meina, þú hleypur ekki frá veiku fólki. Þannig að þetta er bara ætla ég að taka þetta skref að hella mér inn í þessar aðstæður og þær munu líklega að gleypa mig. Af því að þær eru bara þess aðlis og það er það sem fólk staldrar við og auðvitað skipta kjörin máli að fá þá fleira fólk og fleira hendur og dekk. Það er alls ekki öll myndin en það er samt stór hlut og það er þetta sem við erum alltaf að benda á. Menn þess að eftir þessa kjarasamninga 2015 sem voru svo sannarlega töluverð bót fyrir okkar hóp þá fengum við mjög svona góðan kúf af fólki sem flutti heim. Það hafði alveg klár áhrif á mönnum. Mér langar að nefna í þessu sambandi að Íslenska verkfræðingafélagið er í miklum samskiptum við norrænu verkfræðingafélögin og það er mikið samráð og við hittumst oft og ræðum svona kjaramál meðal annars og við náttúrulega í verkfræðingafélaginu við fáum líka fyrirspurnir. Það hafa ekki verið jafn margar fyrirspurnir síðan bara í hruninu 2008 frá verkfræðingum sem hafa áhuga á að flytja frá Íslandi vegna þess að það er ákveðið vonleysi. Það að þetta muni ekki breytast, vextirnir fari ekki niður, fólk sem ekki kemst inn á fasteignamarkaðinn er orðið þreytt á að búa heima hjá foreldrum, er búið í námi eða þá að það er enn í námi, en það er hugur fólks er okkar verkfræðinga, margra ungra, er bara að fara út. Því miður þá er það þannig, ég vil bara upplýsa það. Við sjáum þetta til dæmis í könnun Vörðu þar sem kemur fram að fyrir kannski 3 árum að þá var það rétt rúmlega 15 af landsmönnum sem svöruðu eftir erfiðleikum á endur saman. Það kom upp í 44% og það þýðir að það er komið upp eftir öllum launastiga og inn í þær stéttir sem að hér eru sko. Já. En þeir sjáu líka þessi skortstaða sem við höfum verið að tala hér í stéttum, ákveðnum stéttum, af því við nefndum kennarana hérna áðan, að þá er gríðarlegur skortur á faglærum kennurum og það hefur verið gert ákveðið átak inn í háskóla að reyna að liðka fyrir það þannig að fólk fari í kennaranám og það virtist skila einhverju en samt eru enn sko, ég man ekki hvaða stór hluti þeirra kennara sem eru að kenna í grunnskólunum sem eru ófaglærðir. Og hlutfalli ég vil hærra í leikskólanum. Þú nefndu könnun áðan og ég var að reyna að rifja það upp vegna þess að það var gerð könnun held ég bara svona í október í fyrra þar sem að voru ungir kennarar og voru spurðir sérðu fyrir þeir að vera við kennslu eftir 5 ár. Og það var ég yfir helmingur sem segi bara nei. Þannig það er ekki nóg að sko mennta kennarana. Hinum megin þá heldur þeim ekki við kennslu. Já, en þetta er líka sko stór ákvörðun hjá stjórnmálamönnum til dæmis hvernig er hvatinn til náms, hvernig líka stýrum við fólki inn í þær stéttir þar sem er skortstaða. Það hefur verið ákveðin tregða hjá stjórnmálafólki og ég vil yfirvöldum háskólana að fara út í eitthvað slíkt sko. Svo ég náttúrulega námslán að vera líka í umræðinum eða svona réttlæti í samfélaginu. Það er námslánakerfið er að mörguleita brotna því að fólk fær svo lítið námslán að þeir sem eru til þess að efna litlum fjölskyldum að þeir þurfa að vinna með því og þar lendi fá þeir ekki námslánin og þar með hafa þau ekki möguleika á að fá inn í félagsstofnun. Námslánakerfið okkar er hrunið sko. Ef það var litið á það sem eitthvað jöfnunartæki. Já, svo erum við líka í vandræðum að því að það var náttúrulega breytt lögum og búin til menntasjóður námsmanna og
það átti að gerast í einhvers konar samtali og samstarfi. Ég verð að segja að það verulegur skortur á því samstarfi og samtali stjórnvalda við okkur sem erum forsvarsmenn fyrir fólk sem að koma út í atvinnulífið á námslánum og við þurfum líka að skoða það að línlánin, gömlu lánin, þau hafa ekki fylgt breytingunum sem hafa orðið á Menntasjóði. Þannig það er víða potti brotin í því kerfi sem að verður að laga. Þetta á að verða umræðu efnahagsmál og samfélag okkar og kjarabaráttu háskólamennara, Kolbrún, Steinun og Svala. Kæra þakkir. Takk fyrir. Takk. En við ætlum að sitja aðeins, við sitjum eftir í þessari kjærstustund, ég og Sigur og bróðir mínu komum hérna eftir að Vörmuspori. Vartan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.